Hingað kominn Vilhjálmur Bjarnason. Sæll Vilhjálmur, þú varst á aðalfundi FL Group í vikunni. Þú lagði fram þessar 8 spurningar fyrir stjórn FL Group. Finnst þér að, ég spyr nú annars vegar, finnst þér að svörin hafi verið nógu góð og í öðru lagi, eftir hverju ertu að fiska með þessum spurningum? Sko, í fyrsta lagi þá ætla ég að segja það að svörin voru alls ekki fullnægjandi, en það var það viðurkennt á staðnum að þessi yrði svarað innan hálfs mánaðar í samræmi við hlutafélagalög. Ég hafði ekki sent þessar spurningar inn áður, en ég vildi fá þetta rætt undir liðnum skýrsla stjórnar og ársreikningar. Það sem ég var að fiska eftir var að fá nákvæmlega frá stjórninni og fá það skýrt fram á fundinum, ekki bara inn á milli talna í skýrslunni, ársskýrslunni, til dæmis hver var kostnaður af ferðum forstjórans. Forstjórinn hafði lýst því yfir í viðtali að hann hefði ekki fengið neina dagpeninga, hann væri bara strípuð launum. Já. En það kom annað fram í skýrslunni og ég vildi bara fá það fram á fundinum. Öðrulega þá tíunda ég þarna í fyrstu spurningu 6 skráð félög erlend sem að félagi hafi keypt í og var búið að selja meginhlutann í að minnsta kosti 5 þeirra og kvartaði svolítið yfir aðgangsleysi í því 7. Og ég vil fá að vita hversu mikið tap var af þessum fjárfestingum. Þetta eru megin fjárfestingar félagsins og það var nú sagt að eina svari sem ég fékk var að tap af sölu eignarhaldi tryggja þeirra væri að minnsta kosti 38 milljarðar sem er mjög dálítið lágt vegna þess að hinn eru kannski minni. En hvað það? Tapið var 80 milljarðar þarna. Og svo náttúrulega þessi dæmalausir rekstrarkostnaður félagsins sem var nú upp á 6 milljarða og einhver liti skýrður vegna þess að tryggingamiðstöðin kom inn í samstæðinu og einhver liti skýrður vegna þess að það kom upp dómsmál varðandi eftirlaunarétt gamallast forstjóra og svo framvegis, en enga síður þegar það er nú frá þá er verulegur kostnaður eftir og mér var svona til efs að allur sá kostnaður væri til öflunar tekna fyrir félagið. Og það er aðeins að réttlæta útgjöld í félagi til þess að afla tekna. Og ég sem hluthafi og ég og mín fjölskylda sem hluthafar, ég vil bara fá minn arð af þessu og ef að menn er að sukka með mínar eigur, þá vil ég fá það nákvæmlega skilgreint hvað menn er að gera. Það er nú allur tilgangur, ég vil bara vernda mínar eigur. Það getur vel verið einhverju fylgi með í þeirri vernd, þá er það bara ágætt. En það sem kannski kemur mér mest á óvart er það að þetta skildi vekja eftirtekt að ég skildi spyrja. Ég veit það ekki, þú finnst vera bara nokkuð á einna báti með að spyrja spurninga krefja svara á fundum stórra hlutafélaga. Og við vorum vera þannig að þetta komi fólki bara alls ekkert við. Já, sko, það er náttúrulega kannski ekki viðhorfið vegna þess að það er skýrt kveðið á það í hlutafélagalögum sem er stjórnarskrá félagana. Það er verið í þessum félagum. Já, það er skýrt kveðið á það að æðsta vald félagana sé á hluthafafundum og hluthafafundir eiga ekki að vera fermingaveislur eða svona samkoma fjölskyldan heldur, þarna á að ræða alvarleg mál. Þarna á ekki bara að skammta lágmarksupplýsingar heldur, þarna á að ræða alvarleg mál og ég vil bara að þarna séu alvarleg mál rædd og það að láta fund fara í gegn á þess að nokkur segir nokkuð skapaðan hlut þegar 80 milljarðar tapast, að það er algjörlega óásættanlegt að mínu mati. Af hverju töpuðu svona miklu peningar í FL Group og hvað þýðir þetta? Þegar menn voru bara að gera tóma vitleysu, hvað þýðir þetta? Þýðir það að það er til dæmis 2 ára hagvöxtur þjóðarbúsins horfinn var út gluggann. Uppundir 2 ára hagvöxtur, þarna eru 6–7% landsframleiðslu sem hverfa bara í tóma vitleysu. Og þessir aðalega sem þarna voru við stjórn, þeir töldu sig sérfræðingur flugrekstri, þeir hefðu nú reyndar líkt komið nærri slíku, þeir komu að því að selja reiturnar úr flugleiðum og komu líkt nálægt þeir rekstur, en þeir ætluðu sér að fara að segja Finnum til rekstur Finnir og þeir ætluðu sér að segja American Airlines til rekstur þess félags og finnska ríkisstjórnin á þarna 56%, þannig að það var vonlaust að koma þar manni að nema að lokum þá var ásatt það að Sigurður Helgason kæmi þar að og síðan í varðandi American Airlines ef eitthvað gerist hjá American Airlines verkfallega tvílíkt
að þá fellur félagið undir þjóðaröryggi í Bandaríkjunum, þannig að afskipti útlendingar mjög takmörkuð. Útlendingar geta mestalega átt 50% og þó að félagið hafi verið með stærstu hluthöfum var það gjörsamlega áhrifalaust. En sko, svo náttúrulega spurningin með bankan í þessu, stöðu bankana hvort þessu fyrirtæki sem að sem einhvern veginn gufar upp, Já, nei, það hefur nú ekki gufað upp held ég held að það sé nú ekki rétt. Nei. En allavega þarna hafa bankar lánað og ég ansið hræddur það að einhverju bankar sem hafa lánað, þeir hafi beitt í sem kallað veðköll, margin calls, til þess að innheimta sína skuldir. Félagið var þannig skuldsett að það voru áramótin, fyrir ekki, í lok september, þá voru 90 milljarðar sem gjaldfelli á næstu 12 mánuðum. Og annað eins held ég á 12 mánuðum þar og eftir. Þannig að félagið var mjög skuldsett og miklar skammtíma skuldir og til þess að skuldsetningi gæti á sér stað, þá þurfti að veðsetja bréf og þegar verð þeirra féll, að þá gerðist það bara eða hlýtur hafi gerst að lánastofnanir hafi gjaldfellt sín lán og þannig að þetta kannski eitthvað að þessu neyðarsölur en að vísu hefur það gerst að síðan hafa þessi bréf fallið ennþá meira. En það að þetta skuli allar þessar fjárfestingar skuli vera með verulegu tapi og óljósar upplýsingar óskráð bréf að það er náttúrulega hluthafi geti ekki sætt sig við það og það var það sem ég var að kalla eftir. Og í öðrum félögum þarna, til dæmis eins og í Glitni þar sem ég spurðist kauprétti að þar og kauprétti og sölu fyrrverandi forstjóra á bréfum til bankans að ég nú að kenna eitthvað sem heitir fjármál og fjármálamarkaði og það gengið út frá því í öllum kennslubókum í fjármálamarkaði að það sé bara til eitt verð á markaði. En það að einstakir menn geti keypt á lægra verði og selt á hærra verði heldur markaðurinn og svo kemur publinn bara þar á milli og selur á einhver markaðsverði sem að enginn ræður við og engin samningar taka á. Það er náttúrulega óásættanlegt fyrir almenna hluthhafa. En FL Group á náttúrulega í bankan. Svo á FL Group leiðandi hlut í bankanum, já, það er rétt. Þannig að það eru þannig tengsl. Það er rétt. En skadar þetta bankakerfið hérna? Já. Ég held að þetta skaði alveg örugglega bankakerfið. Það kemur fram meðal annars í skýrslu Moody's núna fyrir helgi að svona samþætt útlán og tenginga á lánamarkaði, tenging á hlutabréfamarkaði skaðar fjármálamarkaðinn. Það er alveg, það er bara tekið fram í þeirra matsskýrslum og þannig að þarna kemur til kannski einhver hvað var að segja, keðjubundnar ábyrgðir og sem ekki eru skilgreindar, það eru ekki skilgreindar í þessari skýrslu sem ég las. En þetta skaðar örugglega lánakerfið. Auk þess sem að þetta hefur reyndar ekki komið fram beint í útlánatöpum hjá bönkunum. Það hafa ekki komið fram enn sem komið fram veruleg útlánatöp í bönkunum frá 1990 en við skulum ekki gleyma því upp úr 1990 þá töpuðust það til 5% af útlánum bankana. Þannig að það gæti orðið. Það gæti orðið hér og 5% af útlánum bankana það eru það bil 300 milljarðar. Ef það gerist en við skulum vona það að það sé já við skulum bara vona það besta. En er ekki merkilegt að sjá leiðtoga þjóðarinnar fara í leiðangra til útlanda með forstjóra úr svona fyrirtækjum sem sennilega geta ekki fengið lán sjálfur lán í útlöndum. Mér finnst það svona ákveðin komik í því vegna þess að forstjórarnir sem eru náttúrulega að koma þessu ástandi á að nokkru leyti að þeir eru þarna með svona fylgisveina með sér sem eru á 50 sinni lægra á kaupi heldur en þeir og þeir eiga að draga hálfuna forstjórana að landi og þetta finnst mér bara ákveðin komik og þetta náttúrulega það hefur verið bara hver að horfa á þetta með sínum augum en ég horfa á þetta með komik, mér finnst komist að sjá utanríkisráðherra og forsætisráðherra í fylgd með mönnum með allt upp í 750 milljóna króna árslaun. Já.
og þeir kannski með milljón á mánuði eða 1200–1400 eða hvað það skiptir ekki máli, allavega það er skiptir mynd í hinni samhenginu. En breytir þetta einhverju, heldur þú? Ég veit það ekki, það virtist ekki breyta miklu í Danmörku, að það var lítið fjallað fundin þar, las ég, en allavega í Bandaríkjunum þar var Geir Haarde á einhverju sjónvarpsstöðum þar sem hann lýsti efnahagsástandi á Íslandi og það er náttúrulega aldrei, sko, ég veit ekki hvort það breyti þar vegna þess að lánastofnanirnar sjálfar sem lána, að þær afla upplýsinga að lokum. Þær afla sjálfstæðar upplýsingar og þær taka ekki mark á... Það er ekki að hlusta á eitthvað ráðherra af Íslandi? Jú, þær hlusta á ráðherra af Íslandi vegna þess en bara í öðru samhengi að lánastofnanir heimsækja hér lánastofnanir og matsfyrirtækin heimsækja hér fjármálaeftirlit, Seðlabanka og svo framvegis. Þannig að upplýsingarnir er aflað með öðrum hætti, þannig að þessi auglýsingamennska, hún skilar ábyggilega ekki svona miklu nema kannski að henni var ætlað að höfða til fjölmiðla á viðkomandi stöðum. Þú býður eftir restina af svörunum frá FL? Ég býð eftir restina af svörunum frá FL og ég laði fyrir ákveðnar spurningar í Glitni líka og ég hef ekki fengið þau svör enn og frestu sér liðin, þannig að við skulum bara vona. Það voru spurningar um kaupréttarsamninga? Það voru spurningar um kaupréttarsamninga. Og það er ekki komið svör? Það er ekki komið svör, nei. Þú ert svona hrói höttur eiginlega? Ég er ekki hrói höttur, alls ekki. Ég er ekki að færa frá ríkundi fátækra. Þú ert að passa upp á litla manni? Ég er bara að passa upp á sjálfa mig og það fylgir það einhverju með. Og mér finnst bara að þessi hlutabréf sem ég á, þessi fáu hlutabréf sem ég á, sem eiga að skila mér arði, að það er öðrum úthlutað af þeim arði. Ég á forkaupsrétt að bréfum, það er sá forkaupsréttur er gefinn og síðan er sumar stjórnir ekki að vinna fyrir laununum sínum. Nei. Og það var meðal annars ábending í Sprónum það að stjórn Sprón hefði ekki unnið fyrir laununum sínum. Sprón kom hérna til umræðu fyrir augnablikki og ég vildi bara benda á það að stjórnin hefði ekki unnið fyrir laununum sínum og menn eru bara taka þeim skilaboðum og ég samþykkti ekki, það var salurinn, það voru fundarmenn sem samþykkti þetta en ekki ég laði þetta bara til. Vilhjálmur, þakka þér fyrir að koma hingað. Þetta er síðasta þátturinn fyrir páska. Við verðum hérna á dagskrá sunnudaginn eftir páskahátíðina. Ég óska ykkur gleðilegar hátíðar og þakka ykkur fyrir að horfa. Takk fyrir mig.